Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar blekkti fjármálaeftirlitið með því að bærinn endurgreiddi lánin rétt fyrir mánaðamót þegar skila þurfti eftirlitinu skýrslu fjárhagsstöðuna. Strax eftir mánaðamót var bænum svo veitt jafnhátt lán á ný eða hærra. Þetta segir fjármálaeftirlitið. 5 manna fyrrverandi stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar og fyrrverandi framkvæmdastjóri hafa verið ákærð fyrir að lána Kópavogsbæ 600 milljónir króna í trássi við lög og reglur og hafa blekkt fjármálaeftirlitið. Hvernig fékk fjármálaeftirlitið vitneskju að þarna væri eitthvað misjafnt á ferðinni? Það var í rauninni í kjölfar bæði athugunar á skýrslum sem Lífeyrissjóðurinn sendur inn og auk þess hafði framkvæmdastjórinn hjá Lífeyrissjóðnum samband við okkur og spurðist fyrir hvort að þessar lánveitingar væru heimilar og við svöruðum því til að þær væru óheimilar. Þetta var í október 2008. Halldóra segir að Lífeyrissjóðurinn hafi fengið frest til áramóta til að kippa málum í lag og eftirlitun hafi verið tjáð að það hafi gengið eftir. Nokkru seinna hafi hins vegar borist ábending að ekki var allt með felldu. Halldóra segir að í fjárhagsskýrslum sem Lífeyrissjóðurinn skilaði eftirlitinu hafi birst nýr innlánsliður. Athugun hafi leitt í ljós að stuttu fyrir mánaðamót hafi liðurinn ekki sýnt neina fjárhæð en mánaðamót þegar skýrslan var send fjármálaeftirliti hafi Kópavogsbær verið búin að endurgreiða lánið og Lífeyrissjóðurinn því átt drjúgt innlán. Strax og skýrslugerð hafi verið lokið hafi Kópavogsbær fengið lánið á ný. Halldóra segir að fjármálaeftirlitið hafi ekki kært Lífeyrissjóðinn að ástæðulausu. Enda það ekkert léttvægt þegar fjármálaeftirlitið sendi kærur til lögreglunar. Viðurlögin við því að veita óheimil lán úr lífeyrissjóði geta verið sektir eða allt að 1 eða 2 ára fangelsi. Þá getur það varða sekt eða allt að 4 mánaða fangelsi að veita fjármálaeftirlitinu rangar upplýsingar.